Heyrðu Birkir, ertu komin á niður á jörðina eftir þetta draumamark? Já, já, ég fór nú ekkert svakalega hátt. Þannig að ég er alveg komin niður. Hvað ertu búinn að horfa á oft eftir leik? Ég er nefnilega ekkert búinn að horfa á það svo oft. Ég kíkti aðeins á það í gær, kíkti aðeins á það og náttúrulega aðeins eftir leikin. En annars ekkert eitthvað mikið. Það er náttúrulega svakalega mikið búið að vera að pósta þessu út um allt á vegginn hjá mér á öllum mögulegum stöðum og félagið að senda og eitthvað svona. En ég er ekkert búinn að svífa allt á hátt. Þetta er allt í lagi fyrsta landsliðsmark. Já, já, ætlum að sleppið ekki bara að skora meira svo þetta verður bara markið. Hvernig er að vera komið til Frakklands? Hvernig byrjar þetta? Já, það er alltaf fínt að vera komið loksins. Við erum alltaf bara að bíða síðan síðasta haust eftir að komast hingað og byrja þetta. Þannig að nú vorum við komnir loksins og við bara hefja að leika. Hvernig finnst þér aðstæður, æfingasvæði og hótelið sem þú ert búinn að sjá? Það lítur bara vel út. Það sem ég sé á æfingasvæðinu lítur mjög vel út og hótelið er frábært. Þannig að það er bara ekkert um að jákvæmt að segja. Hvernig fannst þér ferðalagið í gær? Þetta var smá athöfn. Já, já, það var smá athöfn á það. Það flugið mjög gott og það var allt saman bara mjög gaman að upplifa. Er það að koma svona núna, ég menna þetta er að fara að byrja þegar menn koma hérna út? Já, það er svona aðeins farið að koma smá fyririldi í magann núna. Það er það nokkru dagar í þetta en það er svona byggjast upp smá spenna. Heldur að menn geti orðið eitthvað óstressaðir? Nei, ég hef engar áhyggjur af því. Hópurinn er einhvern veginn þannig að við erum búin að ná að halda okkur á réttu leveli í öllum þessum leikjum og ég held að það haldi bara áfram. Hvaða væntingar ert þú að koma með inn í þetta mót? Nei, bara við höldum áfram því sem við gerðum vel í undankeppninu og þá eigum við að geta unnið öll lið og í rauninni bara reyna að komast eins langt og hægt er og það er með hvernig það hefur verið, þá ættum við að geta komist alveg þokkalega langt, myndi ég segja. Og taka eitthvað úr þessum fyrsta leik stiga á móti Portúgal, það gæfi liðinu svolítið mikið inn í hennar riðil. Já, það er mikilvægt að byrja vel upp á sjálfstraust og allt svoleiðis, þannig að jú, við stefnum á að taka stiga á móti Portúgal. Og getur verið að fara að eiga við Ronaldo, hvernig verkefni verður það? Já, það verður alltaf mjög erfitt, eins og alltaf þegar maður mætir svona leikmennu, það er alltaf algjörum sérstallli hann sem leikmaður, þannig að það þurfa held ég fleiri að vera allir að hjálpa stað til þess að stoppa ekki bara hann heldur allt portúgalska liðið. Ertu eitthvað hræddur við hann? Alls ekki neitt. Ég spila mót hann með áður, þannig að maður veit nokkurn veginn hvað maður er að fara úti. Þannig að það er bara, ég er alls ekki hræddur, en maður hefur svona virðingu fyrir hans hæfileikum og maður veit hvað hann getur.